Góða kvöldið og velkomin. Það ætlum að tjekka hvort það væri ekki allir örugglega vakandi. Nei, ég segi svona. Það er gaman að sjá okkur öll hér í kvöld. Ég ætla að bjóða Björgvini Snorrasyni hérna að koma upp og halda fyrirlesturinn, en hann mun tala samviskufrelsi í kvöld. Sannarlega mikilvægt málefni fyrir okkur öll. Já, komið öll blessað og sæl og velkomin aftur. Fyrir löngu síðan þá var ég að hlusta á viðtal í sjónvarpi og það var verið að spyrja svona Halldór Kiljan Laxness bæði daginn og veginn og marga aðra hluti og ég man ekki tilefnið, en hann skipti allt í einu hnettinum okkar í þrenns konar yfirráðasvæði. Hann talaði flokkseinræði, hann talaði hernaðarlegt einræði og svo talaði hann lýðræði. Það mætti skipta heiminum okkar í þessi þrjú yfirráðasvæði. Og leið og hann var eiginlega búinn að sleppa orðinu, þá leyfði ég mér að koma með önnur orð í staðinn. Og þar sem að flokkseinræði hefur ríkt, ríkir ekki reyndar en þá voru kommúnistaríkin. Þar ríkti flokkseinræði. Það sem að hernaðarlegt einræði ríkti, það var í kaþólskum löndum. Og það gerir það reyndar ekki lengur, sem betur fer. En síðasti útvörður hernaðarlegs einræðis var Pinochet, besti vinur Margaret Thatcher. Og Kissinger, sem var utanríkisráðherra Bandaríkjanna, hann blessar ennþá aðgerðir Bandaríkjanna þegar að Allende var, ég segi ekki myrtur en allt að því. En þar sem að lýðræði ríkir, vinir, þar búa mótmælendur. Og ef við byrjum á Nýja-Sjálandi og förum þaðan til Ástralíu, Norður-Evrópu og Skandinavíu, tökum við þetta Færeyjar og Ísland og Grænland með, Kanada og Bandaríkin. Að þetta eru helstu lýðræðissvæði jarðar til langs tíma litið. Og þetta er engin tilviljun að kristindómurinn skuli hafa gefið okkur mannréttindi sem hornsteinn lýðræðisins. Leið og mannréttindi líða undir lok, þá hverfur líka lýðræðið. Því að þetta hangir á sömu spýtu. Og þess vegna ætlum við að kíkja aðeins á sögu þess sem á sínum tíma var kallað samviskufrelsi og er í raun og veru lykil orð hvað varðar mannréttindi. Ég er með mynd af sólkerfin okkar og ég er einn af þessum heimskingjum sem að trúi því að Guð hafi skapað vetrarbrautin okkar og sólkerfið okkar og síðan hafi hann skapað himinn og jörð, þar að segja gufuhvolfið okkar og yfirborð jarðar, þannig að jörðin var byggileg. En Biblían segir okkur ekkert hvenær hann skapaði sólkerfið, né heldur hvenær hann skapaði vetrarbrautina, né heldur hvenær hann skapaði allar hinar vetrarbrautirnar sem skipta að því sjónaukinn Hubble segir okkur milljónum. Svo hversu gamalt grjótið það veit enginn. En menningarsaga þessa heims
hún ekki eldri en sirka 3-4.000 ár fyrir Krist. Þar byrjar okkar menningarsaga. Og það eru til nægar bækur sem að staðfesta það. En hér kom einu sinni ágæt grein í Der Spiegel leit mannsins að Edens garði. Og spurningin hverju erum við að leita að? Erum við að leita að einhverju svæði á hnettinum okkar? Eða erum við að leita að þeirri hamingju sem aldingarðurinn í Eden greinir frá? Og ég held að flest okkar sé að leita að þeirri hamingju sem það ríkti. En þegar Guð skapaði manninn í sinni mynd, þá skapaði Guð manninn þannig að hann gat valið á milli þess sem að rétt og þess sem rangt Og þetta það sem við köllum frelsi til að velja. Við notum líka orðið samviskufrelsi yfir þetta sama. Þannig að það Guð sjálfur, þegar hann skapar manninn í sinni mynd, sem gefur manninum þetta frelsi til að vera það sem hann vill. Hann ráðlagði reyndar Adam og Evu að borða ekki af skilningstré góðs og ills. En ég viss að hann hefur gert þeim grein fyrir afleiðingum þess að borða af því tré. Og þannig komum við fram við börnin okkar, það ekki? Við reynum að segja þeim nokkurn veginn hvað muni reynast þeim vel í framtíðinni. Og við reynum að vara þau við ákveðnum venjum sem geta haft mjög neikvæðar afleiðingar í för með sér. En við vitum öll sem að höfum alið upp börn og við sem höfum verið kennarar í áratugi að þú segir aldrei neinum öðrum fyrir verkum þegar kemur að því að velja lífsstefnuna. Og þannig það líka með Guð. Þau gátu valið að gera eins og Guð vildi og hann taldi vera best fyrir þau, en þau gátu líka hafna því. Og þau gerðu það. Þau höfnuðu tilboði Guðs. En það sem mig langar svo til þess að undirstrika rækilega það að upphaf samviskufrelsisins kemur frá Guði sjálfum. Og þegar að þau höfðu valið að mínum að þetta rangt, þá kom strax í ljós. Ég var kallað það fyrsta rifrildið. Þegar að maðurinn sagði, ég gerði ekki neitt Guð. Það var konan sem hún gafst mér. Og hún svaraði hæl, nei, það var ekki ég. Það var höggormurinn sem þú sjálfur bjóst til, Guð. Þannig að þetta allt þér að kenna. En Guð, hann mun draga okkur öll fyrir dóm og gera okkur ábyrg á bæði orðum okkar og verkum. Og þá betra að náðin sé nálæg, bæði hjá mér gagnvart náunga mínum og hjá Guði gagnvart mér. Því að án náðarinnar mun enginn standast í dómnum. En þau völdu og afleiðingarnar létu ekki á sig standa. Þau þurftu að yfirgefa Eden af þeirri einföldu ástæðu að nú höfðu ekki lengur aðgang að lífsins tré. Og illskan, hún fékk ekki heimild frá Guði til þess að verða eilíf.
Hún myndi renna sitt skeið og bera sinn ávöxt og uppskera það sem hún sáði. Og illskan lét ekki á sig standa. Frumburður Adams og Evu. Hann drap bróður sinn. Og þessi texti hérna frá Jóhannesarbréfinu segir okkur ástæðuna fyrir því að Kain drap Abel. Abel var góður strákur. Það var engin önnur ástæða. Og þetta er svolítið furðulegt eðli hjá illskunni að vilja útrýma hinu góða og halda illskunni við. Og við þekkjum öll söguna af hún og Nóa. Og illskan hún verður svo mikil á rúmlega 1500 árum eða svo að Guð hann tekur þá ákvörðun að loka fyrir illskuna og láta aðeins 8 lifa illskuna af með því að smíða bát sem hlegið var að og hlegið er að enn þann dag í dag. En illskan hún getur verið mjög hröð í vexti sínum ef það er ekkert sem að kemur í veg fyrir hana. Og taktu eftir þessum texta hjá Páli í Rómverjabréfi. Þeir sem að koma út úr örkinni, allir eða öll 8, þau þekktu Guð. Þau vissu hvað hann stóð fyrir, eða hverju hann stóð fyrir, og þau þekktu öll Guð sem Guð kærleikans og Guð réttlætisins og miskunnseminnar, en allavegana Kam, einn sonurinn, tók þá ákvörðun að vegsama Guð ekki, né þakka honum. Hann gerðist þess vegna hégómlegur í hugsun sinni. Hann og afkomendur hans þóttust vera vitrir, en urðu heimskingjar, það er að segja guðleysingjar. Þeir skiptu á vegsemd hins ódauðlega Guðs og myndum sem líktu stöðlegum manni, fuglum, ferfætlingum, skrikvíkindum. Og þá er það að Guð ofurselur mannin því sem að hann hefur valið. En það er svo undarlegt með illskuna að hún kennir alltaf Guði hana. Það er svolítið furðulegt viðhorf, ef ég má persónufísera illskuna, að hún skuli alltaf kenna Guði það sem miður fer. En hér er á ferðinni fólk sem að þekkti Guð, sem kærleiksríkan og réttlátan Guð. En þrátt fyrir það að þekkja hann sem slíkan, þá tókuðu það ákvörðun að hafna honum. Og þetta höfuð þarna er sagt vera af Sargon frá Akkad, fannst í Níneve, koparhöfuð. Það gæti verið af Nimrod. Það eru sumir sem eru að giska á það að þetta sé Nimrod. En hann var einn af þeim sem gerðu uppreist gegn Guði, vitandi hvað hann var að gera. Að vitandi það með sjálfum sér, að hann var að fara gegn hinu góða. Og sumir eru svolítið neikvæðir í garð boðaranna 10, af því að þeim finnst einhvern veginn Guð vera svo gerræðislegur. Þegar hann segir, þú skalt ekki hafa aðra Guð en mig. En við gleymum því oft að boðarann 10, þau eru með 2 setningar sem eru aðfara orð boðaranna 10.
Og það sem að Guð þá segir þetta: ég eins og sakir standa, drottinn Guð þinn, sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Ef þú vilt ekki fara aftur inn í þrælahúsið, þá skaltu ekki hafa aðra guð en mig. En viljirðu hverfa aftur til Egyptalands og inn í þrælahúsið, þá skaltu ekki þjóna mér og ekki hlýða mér. Og það liði í raun og veru ekki mörg hundruð ár eftir að boðorðin 10 voru gefin, að þjóðin, það er að segja Norðurríki svokallaða, fór inn í þrælahús Assyríumanna af því að þeir vildu ekki þjóna Guði. Og Guð segir í 11. kafla Jesaja bókar að Assyríumenn sé nokkur konar refsivöndur í hendi Guðs. En í raun og veru var hann það ekki í bókstaflegri merkingu, heldur merkingin þessi að í meira en 300 ár höfðu Ísraelsmenn, það er að segja Norðurríkið, 10 ættbálkarnir í norðri, þeir höfðu hafnað því að þjóna Guði. Og þá sagði Guð við Assyríumenn: þið megi eiga þessa 10 ættbálka. Því að þeir þjóna sömu guðum og þið, og þá er alveg gott að þeir færi bara heim til sín. Þannig að þessir 10 ættbálkar, þeir fóru ekki inn í þrælahús Egyptana, heldur inn í þrælahús Assyríumanna. Og hér er þetta mjög skýrt sagt. Þegar Ísraels menn eftir 40 ári í mörkinni eru konur að landamærum hins fyrirheitna lands, þá segir leiðtogi þeirra, Jósúa: kjósið í dag. Hvort þið viljið þjóna guðum forfeðra ykkar, það er að segja í Kaldeu, í Úr í Kaldeu, eða hvort þið viljið þjóna Guði, hinum lifandi Guði sem hefur leitt ykkur út úr þrælahúsinu. Og Jósúa segir: ég fyrir mitt leyti, ég ætla að þjóna þeim Guði sem hefur leitt mig út úr þrælahúsinu. En ef að þið viljið þjóna ykkar fornu guðum, þá er ykkur velkomið að gera það. Og strákarnir 3, Sadrak, Mesak og Abednego, fengu skýr skilaboð það frá Nebúkadnesar konungi að þeir ættu að tilbiðja þetta gull-líkneski. Þeir svöruðu konungi bara á einn veg: hvort sem Guð bjargar okkur frá eldsofnun sem þú ætlar að henda okkur inn í eða ekki, þá munum við ekki beygja kné fyrir þessu goði. Og það er hugsanlegt að eldsofnin hafi litið þannig út. Þetta er hugsanlega guðinn Mólok. Og þeir sögðu við Nebúkadnesar, sem sagt: við munum ekki beygja kné fyrir þessum hjáguð. Og þá reiddist konungur og lét kynda ofninn mörgu sinnum meira, sem gerði það að verkum að þeir sem hentu strákunum inn í ofninn, þeir létu lífið, en strákarnir lifðu ofninn af því að Kristur kom og var með þeim. Náðin, fyrirgefningin, huldi þá fyrir logunum, þannig að eldurinn náði ekki til þeirra. Og aftur erum við hérna að tala valfrelsi. Og Kristus segir við sína 12 lærisveina, þegar að margir yfirgáfu hann og gengu ekki með honum lengur: ætlið þér að fara líka. Sem sagt, ef þið viljið það, þá er ykkur velkomið að yfirgefa mig. Þetta er meginregla sem gengur eins og rauður þráður í gegnum alla Biblíuna. Og þá ætlum við að byrja á sögunni.
Og við byrjum á tilvitnun í þetta merkilega blað, Der Spiegel, og þeir gefa út svona söguhefti með jöfnu millibili. Þau eru mjög vel skrifuð og fróðleg og þetta hefti hérna er að fjalla byltingu trúarinnar og hvernig Martin Luther, eins síns liðs, ræðst gegn valdi páfa og keisara og fer með sigur á hólmi. Hér sjáum við það sem var að gerast á tímum Luthers. Annars vegar sjáum við hérna Tetzel sem er að selja fyrirgefninguna. Og svo sjáum við hérna Luther sem að andmælir þessari sölu með því að negla 95 greinar á kirkjudyrnar. Og eins og ég hef sagt áður að þá er það bara eitt sem stendur í öllum þessum 95 greinum: fyrirgefning Guðs er ókeypis. Og þessi yfirlýsing Luthers verður leiðarljós hans í öllu því sem hann tekur sig fyrir hendur. Og það að fyrirgefning Guðs var ókeypis gerði það að verkum að það hrikti í undirstöðustólpum kaþólsku kirkjunnar, því að hún byggði auðlegð sína á því að geta selt fyrirgefninguna. Hún gerði það. Og hér erum við þá komin aftur að þeim degi sem við höfum nefnt áður, 17. og 18. apríl 1521 í Worms. Og hér er það að Luther er hvattur til þess að verja það sem hann hefur skrifað. Bæði sínar 95 greinar og aðrar bækur sem hann hefur skrifað frá því 1517 og þangað til núna 1521. Og þeir eru mjög ósáttir við dirfsku Luthers og heimta það af honum að hann annarkvort taki allt tilbaka sem hann hefur skrifað og sagt eða segi með skýrum orðum hver staða hann sé. Og þá kemur þessi yfirlýsing hérna. Fyrst yðar hátign og þér voldugu furstar, krefjist að ég svari með skýrum og afdráttarlausum orðum skal ég gera það. Ég get hvorki beygt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþinga, því að það er deginum ljósara að hvorugt er óskeikult og hvort tveggja hefur oft farið með rangindi og verið hvert upp á móti öðru. Sannfærist ég ekki af vitnisburði Biblíunnar eða ljósum rökum, sannfærist ég ekki með tilvitnun í þær greinar Biblíunnar sem ég hef lagt fram, og verður samviska mín ekki þannig bundin á orði Guðs, þá hvorki get ég né vil taka aftur orð mín, því að það er hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég, það er að segja, þetta er afstaða mín. Hún getur ekki verið öðruvísi, svo hjálpi mér Guð að standa við hana. Og hér er að mjög margra mati, og ég kem með örfáar tilvitnanir á eftir, hér er það að hornsteinn samviskufrelsisins er lagður. Hér segir Luther, ég hef af fúsum og frjálsum vilja valið
að binda samvisku mína orði Guðs. Orð Guðs er mitt leiðarljós. Orð Guðs er mín samviska. Og yfir þessari samvisku ræður hvorki páfi, né kirkjuþing, né keisari, né fursti, né nokkur annar maður. Á þessari sannfæringu minni ætla ég að standa, svo hjálpi mér Guð. Og ég held að það sé miður að þetta skuli ekki vera kennt í kennslubókum, bæði á grunnskólastigi og menntaskólastigi. Því að ef maður þekkir ekki rætur sínar, uppruna sinn og sögu sína, þá er tiltölulega auðvelt að leiða mann afvega. Og ég spurði einu sinni prófessor í Noregi í sögu, af hverju kristindómurinn fengi ekki meiri áheyrn í sögukennslunni. Og hann eiginlega bara yppti öxlum og sagði, já, þetta er bara svona. Og þetta er bara svona merkir það að það má ekki gefa kristninni heiðurinn fyrir nokkuð skapandi hærandi hlut. Auðvitað hefur svokölluð kristni margt á sinni könnu. En það breytir því ekki að Guðs orð er orð kærleika, orð náðar og orð miskunnar og orð frelsis og líka valfrelsis og samviskufrelsis. Við nefndum að Lúther hefði flúið til Wartburg og verið þar í nokks konar gjörgæslu, getum við sagt, í það bil 1 ár. Og hér er herbergi Lúthers. Og hér tekur hann þá ákvörðun að þýða Biblíuna á móðurmálið. Það hafði gerst áður í einstaka tilfellum, en hann er engu að síður brautryðjandi, má segja, varðandi það að koma Biblíunni á móðurmálið, og prentsmiðjurnar eru farnar í gang þótt frumstæðar séu, þannig að fleiri geta eignast Biblíuna en oft áður. Og til þess að skilja áhættuna sem Lúther tekur, þá þurfum við að fara aftur í tímann. Og hér er yfirlýsing frá rannsóknaréttinum og hún er frá svokallari Toulouse samþykkt frá því 1229. En þá er komið á fót dómstóli rannsóknaréttarins, einum af þeim mörgu, gegn öllum lesendum Biblíunnar á alþýðumáli. Þetta var dómur blóðsúthellingar og eyðileggingar. Í 3., 4., 5. og 6. kafla tilskipunarinnar er svo fyrir lagt að leggja skuli gersamlega í rúst hús, hina aumustu felustaði og jafnvel neðanjarðarbyrgi fólks sem dæmt var fyrir það eitt að eiga Biblíuna. Þetta fólk skyldi elt inn í skóga og hella og jafnvel þeir sem veittu þeim húsaskjól skyldu hljóta þungar refsingar fyrir. Þannig hófst 500 ára tímabil ótölulegra refsinga fyrir það eitt að eiga Biblíuna eða eiga blaðsíður úr Biblíuna og fyrir það að lesa hana. Þessa áhættu tekur Lúther og
Það er sagt Lúther að þegar hann var á leiðinni til Worms að hann væri að fara í mikla hættuför og þá á Lúther að hafa sagt, já, þótt allar þakhellur á húsunum breyttust í djöfla í Worms, að þá myndi ég samt sinna þessu erindi sem ég er komin til að sinna. Það er að segja að verja Guðs orð og krefjast samviskufrelsis. Hér er aftur til spígil á ferðinni og hérna segir orðrétt að miðaldir séu kvaddar vegna tilkomu Lúthers. Og það er stundum talað hina myrku miðaldir. Og besta skilgreiningin sem ég hef séð varðandi það að það ríkti myrkur frá því það bil 500 til 1500 er það að enginn var frjáls til þess að mynda sér skoðun á hvorki einu né neinu. Ríki og kirkja drottnuðu yfir hug og tilfinningu mannsins og þú máttir ekki mismæla þig hið minnsta án þess að eiga þá hætt að vera framseldur og tekin á lífi. Og það er auðvitað ákveðið land í heiminum í dag sem minnir svolítið á þetta. Og maður þorir nú alla að bera saman miðaldirnar við það land, en þeir sem hafa komist yfir landamærin til Norður-Kóreu og sagt frá hvernig hlutirnir eru þar, að þeir greina frá því að jafnvel unnusti þorir ekki að segja kærustunni hvað hann sé að hugsa. Og svipa myrkur grúfði yfir þessum miðaldum. Og menn voru hundeltir eins og ég las áðan inn í skóga og hella og kofa. Og ef að þar fannst þar blaðsíða á Biblíunni eða menn jafnvel vitna í hana, þá voru þeir dauðasekir. Og mér finnst ekki skrítið þó að svona ófrelsi sé kallað myrkur. Og það sem þegar textin segir hérna, hér stend ég get ekki annað, þá er ekki verið fyrst og fremst þá er Lúther ekki fyrst og fremst að segja, ég bara stend hérna. Það sem hann er að segja, þetta er afstaða mín. Þetta er afstaða mín til páfa, kirkjuþinga, keisara og fursta. Enginn undir himninum fær að drottna yfir minni samvisku. Hún er heilög og ég á hana, óskerta, og ég mun aldrei gefa hana eftir. Og með orðunum, hér stend ég, annað get ég ekki, eru sem sagt miðaldir kvaddar og allavega Evrópubúar ganga inn í nútíma mannréttinda. Og það er stórkostlegt skref sem tekið fram á við. Og hér er ég að vitna í þennan Ulrich Schwartz, og ég hreinlega tímdi ekki að þýða þetta, ég skal gera það munnlega. Hér er sagt að Lúther sé faðir þýsks ritmáls, Deutschen Schriftsprache. Og svo stendur ennþá stórkostlegra hérna að hann sé entdekker. Hann er uppfindingamaður, hann er hérna uppgötvari. Der Gewissensfreiheit, samviskufrelsisins. Og þetta er heilagur sannleikur. Að með því að þýða Biblíuna á alþýðumál, þá býr Lúther til ritmál þýsku þjóðarinnar. En það sem mér finnst ennþá stórkostlegra er það að hann uppgötvar samviskufrelsið, Gewissensfreiheit.
og hann þvertekur fyrir það að framselja það. Og þessar 2 setningar hérna, í þeim eru geymd svo mikil menningarsaga að það er í raun og veru ótæmandi að fjalla þetta. Hér hefur þýskan texta sem ég hef reynt að snúa á íslensku, og hér segir þessi sami höfundur Swartz að biblíustarf Lúthers þýðingamikið framlag varðandi trúfrelsi og samviskufrelsi og til langframa litið til pólitísks borgarafrelsis. Hér Swartz að rekja áhrifin frá því í Worms þegar Lúther þvertekur fyrir það að fara ekki eftir sinni eigin samvisku. Hugsið ykkur að í kjölfarið fáum við ekki bara trúfrelsi og samviskufrelsi, heldur líka pólitískt frelsi. Og þetta þrennskonar frelsi auðvitað undirstaða lýðræðisins. Án þessa frelsis ekki til neitt lýðræði. Því að þar sem að þetta ekki virt, þar virkar ekki kosning. Þar ræður einræðisherran ríkjum, hvort sem það flokkseinræði eða hernaðarlegt einræði, það skiptir ekki máli. Og við skildum vona það að peningarnir sem virðast ráða miklu í dag, að þeir fá ekki þetta einræði sem allir eru svo hræddir við. Og hér aftur Swartz á ferðinni og við þurfum að lesa þetta. Hingað til, þar að segja fram að tíma Lúthers, hefðu einungis prestarnir miðlað trúuðum hvað það væri sem stæði í Biblíunni og hvað til trúarinnar heyrði. En nú gat sérhver kristinn lesið textan á sínu eigin móðumáli og lagt hann út fyrir sjálfan sig. Þetta var stórfenglegt skref til framfara fyrir frelsis samviskunnar sem leysti manninn úr ánauð kenningalegrar forræðishyggju. Siðbótar hvatningin til sjálfstæðrar íhugunar og til ótrauðrar málsvarnar fyrir öllu því sem réttara reyndist, ruddi þannig veginn fyrir komandi kynslóðir og hugmyndafræði upplýsingastefnunar frönsku á 18. öld og tilurð lýðræðisins á 18. öld. Þannig að arfurinn sem við höfum þegið frá Lúther, hann meiri en orð fá lýst. Hér sjáum við fjölskyldu Lúthers og besta vin Lúthers, Melanchthon. Og hann kemur með mjög einföld skilaboð til stjórnmálamanna. Og hann segir við stjórnmálamenn samtíðarinnar, sem eru þá fyrst og fremst furstarnir: þið eru verndarar taflanna tveggja. Og þessar 2 töflur sem að Melanchthon að vísa til eru boðorðin 10. Og það sem að Melanchthon segir við ríkisvaldið: þið megið ekki undir nokkrum kringumstæðum skipta ykkur af 4 fyrstu boðorðunum, því að þau skilgreina viðhorf þess sem vill til Guðs. En þið berið ábyrgð á 6 síðari boðorðunum vegna þess að þið verðið að halda aftur af lygaranum,
þjófunum, morðingjunum og hinum ágjörnu. En þið snertið ekki við 4 fyrstu boðorðunum. Það ekki verksvið ríkisvalds yfir höfuð. En þið eigið að vernda hvoru tveggja, þannig að hvoru tveggja sé til og hafi sitt hlutverk. Þetta sagt á eins einfaldan og stórkostlegan hátt að mér finnst eins og hægt að segja það. Þó ég sé menntaður og vígður prestur og hafi verið kennari í alltaf því 40 ár, þá hefur það alltaf verið sannfæring mín að segja aldrei við neinn hvað hann eigi að gera eða hverju hann eigi að trúa, því að það milli einstaklingsins og Guðs. Ég hef heimild til þess að flytja tilboð Guðs, en ég hef ekki heimild til þess að skikka einhvern, jafnvel ekki barnið eða unglinginn, til þess að gera eins og ég segi. Þangað nær ekki mín heimild. Og þetta á ég bæði Melanchthon og Lúther að þakka. Hér eru mótmæli furstanna sem átti sér stað 1529. En 1526 var heimilt fyrir þá sem bjuggu í Saxlandi að hafa þá trúarskoðun sem þeir vildu. En það var það fylki sem að Lúther bjó í og sem að Friðrik hinn vitri ríkti yfir. En nú var Ferdinand konungur sem reyndar sést ekki í stólnum því að hann fór og kom ekki aftur. Og við erum komin sem sagt til Speyer á ríkisþing í Þýskalandi 1529 og það sem að Ferdinand konungur vill að eigi sér stað að samþykktin frá 27 hún verið dregin tilbaka og að samviskufrelsið líði undir lok sem búið var þó að viðurkenna allavega innan landamæri Saxlands. Og þá það að furstarnir mótmæla. Þeir mótmæla tvenns konar mannlegri valdníðslu í trúarmálum. Þeir mótmæla afskiptum veraldlegra yfirvalda varðandi trúmál og einræðisvaldi kirkjunnar. Og Friðrik af Saxlandi, hann les þá yfirlýsingu mótmælendar sem á þessa leið. Við lýsum því yfir með þessu skjali frammi fyrir Guði og hinum eina skapara vorum, verndara, lausnara og frelsara, sem síðar verður dómari vor, ennfremur fyrir öllum mönnum og öllu sköpuðu, að við fyrir vora hönd og fyrir hönd þegna vora, að við hvorki samþykkjum né aðhyllumst á neinn hátt hina framlögðu tilskipun í neinu því sem í andstöðu við Guð, hans heilaga orð, samvisku vora eða sálhjálp. Og hverju þeir þá fyrst og fremst að andmæla? Jú, það átti að setja inn í lögin að samviskufrelsi væri þessum þegnum Saxlands veitt af náð. En þeir sögðu, samviskufrelsi meðfæddur réttur sem skapari okkar gaf okkur þegar við fæddumst inn í þennan heim. Þannig að við þiggjum ekki samviskufrelsi fyrir náð frá páfa eða kirkjuþingi eða keisara eða fursta. Það réttur okkar og þennan rétt förum við fram á.
Auk þess andmælum við einræðisvaldi kirkjunnar og afskiptum hins veraldlega valds hvað varðar trúmál. Og hér kemur kannski fegursta játning Lúthers trúamanna, hinn svokallaði Augsburgar játning, og afhent Karli V keisara. Og sumir vilja meina að þetta sé mesti dagur siðbótarinnar og einn hinn dýrlegasti í sögu kristninnar og jafnvel mannkynsins. En keisarinn vildi ekki taka við þessari játningu og þá sögðu furstarnir: fremur máttu taka líf okkar en að við afturköllum einn einasta bókstaf þessara játningar. Hún bundin af Guðs orði og samviska okkar sömuleiðis bundin af Guðs orði. Við víkjum ekki millimetr frá játningunni. Hér eru þeir sem undirrituðu og þá það að biskup spyr Jóhann Eck, biskupinn ekki nefndur á nafn: getur þú hrakið með skýrum rökum játninguna, það að segja þessa Augsburgar játningu, sem kjörfurstinn flutti og samherjar hans? Og Jóhann svarar: ekki með ritum postulanna eða spámanna, en aftur á móti með ritum feðranna, það að segja kirkjufeðranna og kirkjuþinga. Og þá sagt við hann Jóhann Eck: þú telur þá að Lúthers trúamenn fylgi ritningunni og við ekki. Og svarið gefur sig sjálft. Lúther stundum kennt margt ljótt og sumt af því sem honum kennt hreinn uppspunni. Svo ég taki nú ekki sterkara til orða. Mikið hefur verið skrifað Lúther og hina svokölluðu bændauppreisn. En höfuðpaur bændauppreisnarinnar, og þetta mynd úr Spiegel, og hér sagt þennan Müntzer, hann kallaður erkidjöfull, sem gengur í sauðagærum. Hann var nemandi hjá Lúther í Wittenberg og var frábær námsmaður, mörgum gáfum gæddur, leiðtogi og áhrifamikill maður. En skyndilega þá sannfærðist hann það að hann þyrfti ekki að fylgja Biblíunni að máli og að hann fengi allar nauðsynlegar upplýsingar beint frá Guði til sín persónlega. Og hann eignaðist fullt af áhangandum sem trúðu þessu sama. Og það hann með þessa fullvissu sem fer út allar jarðir og æsir bændur til uppreisnar. Það ekki Lúther sem gerir það. Það Thomas Müntzer sem gerir það og telur sig hafa upplýsingarnar frá Guði. Ef það var nokkuð sem Lúther óttaðist, þá var það bylting og vopnuð átök. Hann sagði: eina sverðið sem við viljum nota sverð Biblíunnar, sverð orðsins, sverð andans. Við viljum ekki sverð furstanna til þess að ryðja braut boðunar fagnaðarerindisins.
Og þegar að til dæmis Lúther kom frá Wartburg, skeggjaður og þóttist heita Jörgen, og sá hvað Karlstadt, eitt góður vinur hans, var að aðhafast í Wittenberg, þá stöðvaði Lúther hann undir eins, því að hann æddi kirkjur og braut styttur og reif niður myndir og velti hlutum og boðaði til byltingar. Og Lúther stöðvaði hann og sagði bara við hann, Karlstadt, svona flytjum við ekki fagnaðar erindið. Og svo hefur Lúther verið svolítið hengdur út fyrir það að hafa verið harðorður í garð bænda. Og það er rétt út af fyrir sig. En það var, ég er ekki að reyna að afsaka Lúther, en það var tíðarandinn að taka svolítið hressilega til orða á þessum tíma. Og Lúther gerir það. Og það er í raun og veru ekkit undarlegt því að hann er svo hræddur að siðbótin sé að fara út þúfur. Það eru 300.000 bændur sem eru búin að gera uppreisn. Og það eru 100.000 bændur sem liggja í valnum. Og Lúther er ekki minna harðorður í garð furstanna sem slógu uppreisnina á bak aftur. Því að þeir gengu grimmilega fram og hlífðu engum. Og sumir álíta að Lúther hafi verið eins og verið að vingast við furstana með því að vera svona harðorður í garð bændana. En vinir, það merkilega er að þú kíkir á þetta kort, og ég ætlast ekki til þess að þú getur lesið það svona 1, 2 og 3. En ef þú athugar þetta kort, þú getur fundið á netinu, þá eiga uppreisnirnar sér stað. Fyrst og fremst í fylgjum hinna kaþólsku fursta. Hvenær reyndi Lúther að kaupa sér áheyrn hjá þeim? Hvenær reyndu þeir að fá Lúther á sitt band? Þetta er eiginlega þetta er þversögn að segja það að Lúther sé að reyna að ávinna sér hylli furstana. Jú, hann átti marga fursta sem vini, en þeir voru orðnir Lútherstrúar, ef þú vilt nota það orð. Þeir voru orðnir mótmælendur, þeir voru orðnir friðarsinnar, þeir virtu samviskufrelsi og þeir vildu engar byltingar. En auðvitað var þetta gullið tækifæri fyrir kaþólsku kirkjuna að skella skuldinni á Lúther. Ég held að við hoppum bara yfir þetta kort hérna. En átökin samviskufrelsi, þau halda áfram og þau harðna. En það verður saminn friður samviskufrelsi 1555, en það gengur út á það að bara þar sem að mótmælenda furstar búa, þar skuli ríkja samviskufrelsi. En það voru hvorki mótmælenda furstarnir né Lúther ánægðir með. Þeir vildu að samviskufrelsi skyldi ríkja hvar sem innan ríkisins. Og hér erum við aðeins að skreppa til Bretlands áður en við komum tilbaka aftur. En taktu eftir heiftinni í garð Biblíunnar. Svo mikil var heiftin í garð mótmælenda á þessum tíma í Englandi, það er að segja á 16. öld, að Sir Thomas More, lögmaður og einn helsti ráðgjafi Hinriks VIII, fram að skilnaði hans við Katrínu, lét brenna fólk á báli, jafnvel ungmenni, fyrir það eitt að eiga sem reyndar fáir áttu, eða svo mikið sem lesa í Biblíunni. En taktu svo eftir því sem stendur núna. Þrátt fyrir það að Thomas More leyfði sér að gera þetta fyrir hönd kaþólsku kirkjunnar,
þá var hann tekinn í tölu dýrlinga í maí árið 1935 af Píusi 11. páfa og Jóhannes Páll annar gerði hann að verndardýrling stjórnmálamanna í nóvember árið 2000. Hvað hefur breyst? Hvað hefur breyst? Undir niðri er sama aldan á ferðinni. Þá er það að Filippus verður konungur Spánar og stuttu síðar brýst út stríð við Hollendinga því að þeir eru orðnir í nokkurs konar vin samviskufrelsisins. Þeir eru staðurinn sem að fólk flýr til. Og Vilhjálmur af Óraníu, hann segir þetta: Ég get ekki viðurkennt ósk konunga að stjórna samvisku þegna sinna og taka frá þeim frelsi þeirra til trúar, iðkunar og tilbeiðslu á Guði. Þess vegna braust styrjöld út milli Spánar og Hollendinga og stóð yfir í aðeins 80 ár. Og hér er svona bara flott mynd af hollenskum hersöðingjum, hermönnum sem eru tilbúnir að fórna lífi sínu í þágu málstaðarins. Og hér er bara bein tilvitnun í Mannkynssögubók, Saga mannsins. Guð skipar höfðingja yfir lýðinn til að verja hann ofríki og ofbeldi, eins og hirðir gæti sauða sinna. Guð skapaði ekki fólk til að vera þræla höfðingja sinna, heldur höfðingjana vegna þegnanna, til að stjórna þeim og styðja eins og faðir við börn sín. Þegar hann framgengur eigi með þessum hætti, heldur heimtar af þeim þrælslega undirgefni, er hann ekki lengur höfðingi, heldur harðstjóri. Og hér eru þá nefnt nöfn eins og Hugo Grotius, lögvitringur, René Descartes og svo Spinoza, heimspekingur, en þeir leituðu skjóls í Hollandi vegna skoðana sinna. Og hér er það að Baltasar Gerard skýtur Vilhjálm af Óraníu fyrir það eitt að boða samviskufrelsi. Og þetta voru tveir vinir Vilhjálms af Óraníu, Egmont og Philipps, og báðir voru þeir teknir af lífi af Alba, og hér er sýnd mynd af honum þar sem að lík Egmonts og Horns liggja við fætur hans, og svo sérðu fjölda aftökur á Niðurlöndum eða Hollandi, líkin hengd upp eins og skreið, og átökin voru alveg hreint ofboðsleg, og átökin voru út af þessu hvort að maðurinn hefði rétt á samviskufrelsi. Við höfum sýnt þessa mynd áður, en það er Katrín af Medici sem að heimilaði dráp á 200 gestum sem að voru komnir til þess að vera við veislu og brúðkaup dóttur hennar, og síðan dreifðist þessi faraldur út allt Frakkland. Og páfinn var svo ánægður að hann lét búa til sérstaka minningarmynd þennan atburð sem að enn þann dag í dag vekur hrylling flestra sem lesa þetta. Og Philipp kom með flotan ósigrandi til þess að knésetja Bretana undir vald kaþólsku kirkjunnar, en það var Elísabet sem fór með sigur á hólmi. Hér sérðu dreifingu mótmælenda. Það er rauði liturinn,
og svo hvar kaþólskir enn fara með völd. Og þá ætlum við að fara hratt yfir sögu. Það verður mikið uppþot út af því að það var skerða samviskufrelsi í Prag 1618 og þeir fulltrúar kaþólsku kirkjunnar, Slavata og Borsita, þeim var hent út glugga. Fallið var 21 metri, en þeir voru svo heppnir að lenda í hestaskítshaug, þannig að þeir lifðu þetta af. En þetta var upphafið að 30 ára stríðinu sem að Gústaf Svíakonungur Adolf tók þátt í fyrir hönd mótmælenda, og hér sjáum við málverk af því þegar hann fellur í þessari miklu orrustu. Og öll stríð eru ógeðsleg. Það bara eitt orð yfir stríð, en þetta stríð stóð yfir í 30 ár. Og hér það enskur prestur sem segir að Þýskaland eins og dauðramanna höfuðskeljastaður og bara blóðvöllur út allt. En friður saminn 1648 og við ætlum ekki að lesa þetta allt hérna, en bara gula letrið að í lok stríðsins þá samið sérstaklega að allir skulu bera virðingu fyrir samvisku þegnanna. Þannig að loksins hefur Evrópa fengið heimild hvar sem þú áttir heima fyrir því að fylgja sin eigin samvisku. Og 1648 þá endar líka 80 ára stríð Spánverja og Hollendinga, og hér segir að þessir Vestfalíu friðarsamningar, ég að vitna bara í söguna, JPV söguna, þetta skjal sem undirritað var 24. október 1648 batt enda á 30 ára stríðið og staðfesti að fleiri en ein grein trúar gæti þrifist í sátt og samlyndi í ríki Habsborgar í Evrópu. Og þá það að sumir þurfa, þrátt fyrir þetta samkomulag, að flýja yfir hafið, og það eru svokallaðir, þeir eru í raun og veru ekki púritanar, þeir eru separatistar og aðskilnaðarsinnar, og þeir eru einfaldlega búnir að flýja England fyrir 18 árum síðan, sest að í Hollandi, og þaðan fara þeir á Mayflower sem þú sér hér á myndinni yfir hafið. Og nú ætlum við að gera langa sögu stutta. Hér sérðu suma af þessum separatistum, ég má nota það orðið eða aðskilnaðarsinnum, og taktu eftir stóru biblíunni sem þeir hafa með sér. Þetta hinn svokallaða Genfar-biblía, og þar í henni eru allir konungar í biblíunni nema Guð kallaðir harðstjórar, og flestir konungar Ísraels því miður, þeir voru harðstjórar. Við höfum bara fáeina góða konunga í Gamla testamentinu. Flestir voru harðstjórar og óþokkar í þokkabót. Og þetta var mjög ríkt í hugum þessara aðskilnaðarsinna að þegar komið væri yfir hafið þá skyldi enginn í nýja heiminum fá að ríkja þar sem harðstjóri yfir samvisku nokkurs manns. Hér svona bara málverk af Mayflower, en hún lenti í ofsaveðri á leiðinni, enda voru þeir ekki komnir til Bandaríkjanna fyrir en kringum 11. og 21. nóvember, þannig að haustveðrin voru í fullum gangi. En hér, ég hef nú sýnt þessa mynd áður, verið að undirrita það að enginn í nýja heiminum skuli gerast harðstjóri gagnvart nokkrum. Og hér sjáum við eina af þessum fyrstu þakkarhátíðum, og þið takið eftir að hér eru indíánarnir með, því að eins og ég nefndi fyrr í öðrum fyrirlestri, þá komu þeir þeim til hjálpar, því að
Vistir voru takmarkaðar eftir langa ferð, vetur gengin í garð og framundan tiltölulega harður vetur eins og hann getur orðið á þessum slóðum. Og þá það indíánarnir sem að koma þeim til hjálpar og síðan halda þeir þessa þakkarhátíð með þeim og leið færa þeir Guði þakkir fyrir bjargir. Og það önnur bók sem þeir hafa með sér sem eftir John Fox og kristna písla votta. Og þetta tvennt verður það sem að separatistarnir taka með sér yfir hafið. Annars vegar að muna eftir því að konungar eru harðstjórar og svo muna eftir öllu píslavættinu og öllu blóðinu sem runnið hafði í Evrópu. Og þetta verður, eins og maður segir í Ameríku, the talk of the town. Þetta það sem allir töluðu alls staðar út alla jarðir. Og einn af þessum sem að tók virkilega undir þetta með samviskufrelsi var Roger Williams. Og hann stofnar nýlenduna Rhode Island og þar heimilar hann að hver maður skuli hafa frelsi til að tilbiðja Guð eins og samviska hans býður honum. Þannig að innan landamæra Rhode Islands voru katholikar, gyðingar, mótmælendur, indíánar og trúleysingjar, skipta engu máli. Allir jafn rétt háir. Og það sem að Roger Williams meðal annars gerir, hann tekur ekki land af indíánunum, hann kaupir það. En það voru ekki því miður margir sem gerði það. Hér bókin sem hann skrifaði þessa blóðugu skoðun ofsókna og kom út 1644. Ég ætla bara aðeins að stoppa við þetta andartak. Svokallaður konventikkel plakat samþykkt samþyktur 1741. Sjáu hérna 1741. Og ég veit ekki hvort þú þekkir þennan mann hérna, Hans Nielsen Hauge, sem álitinn mesti predikari Norðmanna fyrr og síðar. Það sem að konventikkel plakatin bannaði, það var það að menn kemur saman til þess að hafa samkomur. Og Hans Nielsen Hauge, hann hunsaði það og sat í fangelsi í meira og minna í 10 ár fyrir það eitt að boða Guðs orð og safna fleirum en 5 til 10 á stað til þess að hlusta á Guðs orð. Þannig að ég get sagt þér það, ef nokkuð brothætt, þá það samviskufrelsið. Og meira segja mótmælendur voru ekki sammála það að það ætti að heimila samviskufrelsi fyrir alla. Og þá ætlum við stuttlega að minna okkur á bandarísku sjálfstæðisyfirlýsinguna og bandarísku löggjöfina. En áður en að bandaríska yfirlýsingin gefin út, þá Virginia búin að samþykkja mjög góða yfirlýsingu sem að heimilar frelsi til trúariðkunar samkvæmt boði samviskunnar. Og hér sjálfstæðisyfirlýsingin og við ætlum að lesa hana. Við teljum þessi sannindi sjálfgefin að allir menn séu skapaðir jafnir og að skapari þeirra hafi veitt þeim ákveðin, óafturkræf og óafsalanleg réttindi og að meðal þeirra sé líf, frelsi, samviskufrelsi og leita hamingju. Og takt eftir því að þeir taka hérna fram að allir séu skapaðir af skapara sínum til þess að eiga þessi réttindi við fæðingu. Og það akkúrat það sem gerðist þegar Guð skapaði Adam og Evu. Þá gaf hann þeim þessi réttindi að geta valið. Og hér segir bara mjög stuttlega að stjórnarskráin tryggi mönnum með skýlausum og skýrum orðum ókrenkanleik samviskunnar. Og réttindaskráin, hún tekur undir þetta sama.
Það segir að þjóðþingi skal engin lög setja upptöku trúarbragða eða til að banna frjálsa iðkun þeirra eða skerðingu á trúfrelsi eða ritfrelsi eða rétt fólksins til að koma saman á friðsaman hátt. Þannig að nú eru þessar meginreglur sem koma frá Lúther og fyrstunum, nú þetta orðið að lögum í Bandaríkjunum. Og þessi áhrif fara áfram til Evrópu og birtast í frönsku yfirlýsingunni, mannréttaryfirlýsingunni frá 1789. En það gleymist mjög oft að Thomas Jefferson, hann nú á mikinn þátt í frönsku yfirlýsingunni, sömuleiðis Lafayette sem barðist við hlið Washingtons í frelsisstríði Bandaríkjamanna. Þannig að hann tók með sér frá Ameríku til Evrópu ásamt Thomas Jefferson þennan skilning á samvisku frelsinu. Og það svo Eleanor Roosevelt sem að eftir mikla baráttu kemur því til leiðar að Sameinuðu þjóðirnar samþykkja sína mannréttinda yfirlýsingu. Og það gekk ekki átakalaust, skal ég lofa þér. En þetta það sem við mennirnir búum við í dag, Guði sé þökk, og þessum hetjum sem að bókstaflega hafa fórnað lífi sínu. En hér kemur undarleg yfirlýsing, eða löggjöf réttara sagt, Military Commissions Act frá 2006. Og ég hef reynt að þýða þetta á þennan hátt. Og þetta sem sagt, þeir sem að skrifa þetta The American Civil Liberties Union. Það að segja frelsissamtök Bandaríkjanna sem skrifa þetta. Skulum sjá. Á síðustu metrunum fyrir þingrof 2008 samþykkti kongressinn, það að segja þjóðþing Bandaríkjanna, og forsetinn undirritaði The Military Commission Act sem má þýða með hernaðar tilskipunarlög. Með þessu athæfi víkja þeir til hliðar stjórnarskránni og meginreglunni habeas corpus sem verndar gegn ólögmætum og ótilteknum tíma fangilsunar. Þau gáfu einnig forsetanum alræðisvald til að tilnefna andófsmenn, það að segja hverju væru andófsmenn þjóðarinnar, og að skilgreina upp á eigin spýtur hvað til pyntinga heyrði. Þannig að þessi lög sem að Bush undirritar hérna í október 2006, þau afnema lögin habeas corpus. Það að segja lögin sem að gefa engum heimild til þess að taka einhvern til fanga, setja hann í fangelsi, án ákæru, án þess að dómur gangi í máli óákveðinn tíma. Og það eru margir merkismenn sem að hafa viljað fá undanþágu frá þessum lögum þegar stríðsátök herjuðu á sínum tíma. En þetta getur í raun og veru gefið bandarísku ríkisstjórninni algjört gerræðisvald. Ef að þeir álykta sem svo að ég sé óæskilegur og ógn við þjóðarörygginu og hugsanlega hryðjuverkamaður, þá má hirða mig upp á götunni og fara með mig í Guantanamo Bay, bara til að nota þessi dæmi, og þar hafa þeir heimild til þess að láta mig dúsa eins lengi og þeim þóknast án þess að það sé gefin út ákæra og án þess að réttarhöld hefjist og dómur sé kveðinn upp, og þannig að ég get þessna átt von á dauða mínum frekar en að komast út úr fangelsinu eða fara í eitthvað annað fangelsi. Og Biblían hún segir okkur að sá tími muni koma að menn geta hvorki keypt né selt nema þeir fari að óskum ríkisvaldsins. Og þessi lög eru til í Bandaríkjunum, þau heita The Blue Laws.
og 1888 þá var reynt að koma þessum lögum á og ritningin hún varar okkur við því að verði þessi lög samþykkt og það fylgir þeim það ákvæði að þeir sem hlýða þeim ekki, þeir geta hvorki keypt eða selt, að þá erum við aftur komin í hina svokölluðu myrku miðaldir. En ég ætla að leyfa þér að fletta upp á orðunum The Blue Laws og komast að því hvað þau snúast. Og hugsaðu málið í ljósi þeirra sögu sem við erum búin að rekja hér í kvöld. Og hversu mikið það kostaði Luther, furstana, Vilhjálm af Óraníu, Roger Williams og alla hina að koma þessi í kring að við í dag skulum njóta þeirra mannréttinda sem við njótum. Vinir, þau eru ekki sjálfgefin. Þau eiga uppruna sinn í Guði kærleikans og Guði umhyggjunar og Guði hins sanna og rétta siðferðis. Og við mennirnir, við höfum oft vikið frá þessari meginreglu að leyfa öðrum að hafa þá skoðun sem þeir vilja, hvort sem það er í trúmálum eða stjórnmálum eða einhverjum öðrum. En þetta er guðdómlegt prinsipp sem mun aldrei líða undir lok og verða til alla eilífð. Af þeirri einföldu ástæðu að Guð er kærleikur og kærleikurinn þvingar engan til þjónustu við sig. Þakka ykkur fyrir áheyrnin í kvöld. Við ætlum þá að reyna að hittast aftur á fimmtudaginn. Ég segi nú að Guð lofar og ég meina það því að allt eigum við honum að þakka. En þá ætlum við að fara yfir spádóm í Daniel 11 sem fjallar hrun Sovétríkjanna. Það hljómar svolítið kannski djarft að halda því fram að það sé spádómur í Biblíunni hrun Sovétríkjanna, en ég held að við munum komast að því að svo sé. Þannig er að Guð segir í Biblíunni sinni, og hann byrjar að telja frá og með Babylon, að það muni koma 7 stórveldi áður en Jesús kemur aftur. Það fyrsta var Babylon, svo komu Medar og Persar, svo komu Grikkir, Rómverjar, Páfadómur, hið heila rómarska keisardæmi, númer 5. 7. stórveldið voru Sovétríkin, þau eru horfin og það verða bara 7 stórveldi og það er eitt sem er til í dag og það eru Bandaríkin. Og spádómurinn segir Bandaríkin að þau munu aðeins fá stuttan tíma sem stórveldi. Það kemur ekki stórveldi í staðinn fyrir Bandaríkin. Þó svo að möguleikin sé fyrir önnur lönd að verða stórveldi, þá verða þau bara 7 áður en Jesús kemur. Því þá hefur maðurinn fyllt bikar þolinmæðinnar og Guð mun láta okkur menn á uppskera það sem við sáð og það er ekkit rosalega jákvætt miðað við það sem ritningin segir. Þá kemur Jesús aftur og hann mun stofna eilíft friðaríki hér á þessari jörðu. Ég veit að ég er búin að tala lengi og ég reyndi eins og ég gat í gær að stytta þetta, en ég þakka ykkur fyrir þolinmæðina og Guð geymi ykkur öll. Og þakka Björgvini fyrir að vera með okkur og fyrir fyrirlesturinn. Við langar að bjóða okkur upp á hressingu og geti kannski spjallað lítið saman eftir. Kærar þakkir. Bless.